Alltaf tæknimennirnir að fara að stríða með núna? Nei. Þetta voru aldeilis fallegir og ljúfir tónar hjá þingeyingunum og rétt að gefa þeim bara gott klapp. Þá séu stíginn að sviði. En eins og áður hefur komið fram þá luma þingeyingar á fleiri listamönnum og það hún Ásta Soffía Þorgeirsdóttir. Hún ætlar að stíga núna á svið, gjörðu svo vel, og hún ætlar að kynna sín lög og texta sjálf. Þannig að við skulum bara gefa henni gott klapp meðan hún stígur á sviðið. Hún þarf kannski örlítið tíma í tæknimálina því að það þarf að setja upp mikrofón fyrir hana, þannig að þetta ég að segja ykkur söguna að því menn eru ofta að metast á það með gáfur tónlistamanna, að það séu nú misjafnar og menn raðist kannski á hljóðfæri eftir gáfnavísitölu og stundum hefur nú verið sagt að trimblarnir eða trommararnir séu nú kannski með lægstu gáfnavísitöluna og þess vegna endi á trommunum. Ég tekka fram að ég spila trommur. En og harmoníkuleikarar, þeir náttúrulega þurfa að vera mjög hæfðir og að geta spilað bæði með hægri og vinstri, alveg sikkvart kórinn og nóturnar. En svona dæmisaga þessu svo að trommuleikari sem var að spila í Reykjavík, hann kom askvaðandi inn í stórt bókasafn, snara sér þar afgreiðsluborðinu og segir hátt og skýrt: "Ég ætla að fá 1 hamborgara, franska kartöflur og kók." Og stúlkan á afgreiðsluborðinu sussar á hann: "Láttu ekki svona maður, þú ert hérna inn í bókasafni." Hann lítur í kringu sig og: "Já, fyrirgefðu. Ég ætla að fá 1 hamborgara, franskar og kók." En hún tilbúin, gefum henni gott klapp. Komið nú blessuð og sæl og mikið gaman að vera með ykkur hérna á Ísafirði. Heyrðu, ég ætla að byrja á því að leika lag til minningar góðan vin minn, hann Didda Hall. En þetta fyrsta harmoníkulandsmóti sem haldið eftir að hann féll frá. Það eru kannski einhver hérna inni sem mun eftir þegar ég spilaði með honum á Hellu fyrir 2 landsmótum síðan. En Diddi var nefnilega alltaf svo góð fyrirmynd fyrir mig og hvatti mig mikið áfram. Og þess vegna langar mig að spila þetta lag sem heitir Kveld í Trollheimen til minningar hann.
Þakka ykkur fyrir. Við eigum það öll sameiginlegt hérna inni að hafa áhuga á harmonikunni og viljum halda henni á lífi og mér finnst þessina svo mikilvægt að ég myndi að halda í þá arfleið að harmonikan hljóðfæri og hefur verið hljóðfæri alþýðunnar og við erum svo mikið að spila þannig tónlist hér að halda í danstónlistun og þá hefð. En ég hef verið svona að fara aðeins lengra og búin að vera í námi núna í tónlistráskólanum í Oslo. Var að ljúka núna 3. ári af 4 í bachelornáminu. Þetta búin að vera virkilega gefandi tími, en það ég svo heppin finnst mér að ég geti stundu það sem ég elska að gera, sem að spila. Kennarar mínir úti heita Erik Bergin og Frúti Hatli fyrir ykkur sem að velta því fyrir ykkur. En þannig að mig langar í næstu 2 lögum að sýna ykkur svona aðeins hvers harmonikan megnu. Það eiginlega bara hægt að spila hvaða tónlist sem á harmonikan og sérstaklega þegar maður með svona skiptanlegan bassa þá aukast möguleikanir ennþá meira. Og næst ætla ég því að spila Preludio Fugu í E-dur eftir Johann Sebastian Bach. En mér finnst líka alltaf bara svo gott að hafa Bach með mér á tónleikum. Hann búin að fylgja mér svo lengi og í rauninni hefur hann fylgt okkur öllu svo lengi eða tónlistin hans. Hann var nú fæddur hann 1685, þannig að komið vel yfir 300 ár sem bara magnað að tónlistin hans lifir áfram. En það nú svo gullfalli og hérna fáið að sjá hvað hann var svo mikill snillingur í sem var að fletta saman laglínum og ég mun þú líka spila laglínur í vinstri hendinni. Gjörið svo vel.
Og núna ætla ég að leika fyrir ykkur annað verk sem mun nýlegra. Þetta heitir Passing 1 og eftir Martin Lose. Þetta skrifað árið 2011. En mér finnst þetta svo gullfallegt verk. Og ég fæ einhvern veginn svona upplifunina þegar ég spild og þið getið ímyndað ykkur hvað sem viljið að þetta svona myndin af læk sem rennur eftir fjallshlíð og sólin svona geislar á hann og það birtast mismunandi myndir að því að í þessu lagi þá svona líður þetta bara svona tær tónlist falli áfram unni með sömu hugmyndina og manni líður eins og þetta bara sé endalaust og svo hverfur þetta svona og þannig að þetta er svona eins og áhyggjulaus lækur eitthvað svona.
ætla ég að ljúka þessu með íslensku þjóðlagi sem heitir Kvöld og tekur. Ég var á Siglufirði síðastliðna viku og þá þegar ég var að æfa mig á kvöldin þá gerði ég svona einfalda útsendingu á þessu lagi þegar ég horfði úr norður Siglufjörðin. Takk fyrir mig. Já, ég nú bara nánast orðlaus sem að gerast nú örsjaldan á ævinni þegar maður hefur heyrt og séð svona ungan listamann fara svona fögrum höndum harmoníkuna og þetta segir manni að til framtíða þurfum við nú ekki að kvíða velferð harmoníkunar eða því að hún mun eitthvað vera að leggjast á hliðina ef að svona ungi listamenn eru með þann metnað að fara svona vel með þetta skemmtilega hljóðfæri.